mætir hérna holdvotur. Hundblautur. Það taka Gísla Marteinn á þetta? Já, ég stundum á hjólinu og mér finnst það bara bæði gott upp á að fá smá hreyfingu í lærin og svona. En núna reyndar var svo mikið rigning og ég ekki með bretti á hjólinu, þannig að ég tók þá ákvörðun að fara frekar á hopphjóli svo ég kem ekki hundblautur upp á bak, sko. Já. En það var bara helli dempa þegar ég laðast það til þín, sko. En það nú bara hressandi að fá smá vind í fangið og rigningu með. Og það gott fyrir einmitt svona menn eins og okkur, við erum að vinna svo mikið með haustum. Já. Svo gott að komast bara að breyka, fá smá Já, þetta ef maður á hjólinu, í vind, bara fljúga í vindinum, það svona svipað eins og þegar þú ferð í sund, ég gera nú mjög sjaldan, en ef ég tek svona sundferði, sko, að synda laugina frá bakka til bakka, þá næ ég svona þessari dýfstu hugleiðslu sem ég kemst í, sko, bara þegar ég í kafi að synda, það rosa skrítið og fyrir maður í svona són og fyrir að hugsa rosa djúpt og þetta eru þessar stundir sem eini friðurinn sem maður á þegar það er rosalegu hraði og ég sé lífskapplöpið, ekki lífsgæðakapplöpið af því að það er ekkert endilega sérstu gæði, að maður er bara í stöðu kapplöpi það er bara, hamstra hjólið er á flegiferð og það er mjög fágætar þessar stundir þar sem maður fær bara smá break fyrir hausinn til þess að svona sóna út og hugsa og það er svona gott stundum að fara á hjólinu og það væri aðeins öðru þessi veðurinn, þá myndi ég bara alltaf vera á hjólinu. Já, algjörlega. Einmitt út af þessu, sko. Maður svona, maður resettar heilan á sér, sko. Já, ef það væri aðeins betra veður og líka þetta væri aðeins meira flatt. Já. Þetta væri eins og í Danmörku, það var mjög hentugt, en Reykjavík er náttúrulega ekki borg fyrir borgarlínuna eða svo komum inn á það. Almenningssamgöngur, sko, það verður seint, svona almennilegar aðstæður til þess að fólk geti alveg hvatt einkabílinn og reitt sér bara almenningssamgöngur og hjól, þó ég glaður vildi. Já, það er hæpið. Já. Það er hæpið. Þess vegna er þetta rosa galið einhvern veginn hvað er verið að setja öll eggin í þessa körfu, sko, að bara vera að þrengja allar götur og reikna með að þetta verði bara aðal samgöngumáti meiri hluta borgarbúa. Já, þetta er hugmynd sem að gengur enga veginn upp. Nei. Sko, mér er alltaf gæði, þú veist, að því maður verður stundum þreytt fyrir að því að vera að röflum við það vókfólk, sko. Já. En mér finnst þetta sem svo fyndi svona þessi hugmyndafræði að vera að gera út á eitthvað, sko, þú veist, ég hef aldrei fengið 1% skömm yfir því að starta bensínbíl og ég mun ekki fá skömm yfir því. Nei. Því ég bara segi því líku þvættingur, sko. Já, ég er búin að vera á rafmagnsbíl síðan 2018 og hef oft sagt mér, þetta er geggjað, ég mun aldrei fara tilbaka á bensínbíl. En núna síðustu misserum, þá hef ég alveg verið að hugsa bara, nú er tími til að fara að fá sér bara 8 sílendra bensínhák og bara, þú veist, því að bara út af þessu vókfólki, af því að maður er algjörlega komið upp í koka þessu. Og segja hvað þetta hefur sprungið í andlita á okkur í raun og veru, þessi yfirborðsskóðmennska og öll, að fólk er komið með svo óbóðslega mikið nóg að því. Að það er jafnvel til í að fara að hætta flokka ruslið og fara bara á bensínbílana, því að þetta er bara, ég segi svona, en þú veist, þetta er alveg rosalega þreytt. Já, það er svona áhugavert einmitt, hvort það sé innbyggt í okkur smá svona mótróa röskuna. Að því að einmitt, þetta verður svo mikið hringavillis að þegar þú ert komið með sama fólkið og er búið að vera hömpast hérna á feðraveldi og nauðgunarmenningu þegar það er alltaf komið eitthvað sem er svona kannski alvöru feðraveldi sem tengist múslima, þá má ekki ræða. Já, algjörlega. Þá er ég svona, nú langar mig að verða feministi og tala um að sé í alvörunni bakslag hjá samkynhneigðum. Já, einmitt. Skilur að því þarna er maður komin í bara, þú veist, þegar það er loksins komið eitthvað svona subculture innan múslima, því þú veist, ég hef mjög góða reynslu á múslimum og allt það, en heldur bara að þarna er í alvörunni verið að fara illa með samkynhneigða og þarna er í alvörunni bara mjög slæmar hugmyndir kvenfólk. Já, þarna ríkja bara mjög skaðleg viðhorf, þó að ég sé mjög hlindur bara einstaklingsfrelsi og hver veit að hafa þetta nákvæmlega eins og hann vill og hugsa eins og hann vill og allt það, en þá er þetta eins og þú segir, þetta er þessi kúltúr sem að ég held að samfélag eins og Íslands samfélag geti enga veginn gúdderað eða samþykkt. Það er að segja,
kvenréttindi eru bara algjörlega fótum tróðin í þessum kultúr. Það er að segja í íslamskum samfélögum þá er konan í raun og veru bara eign mannsins frá vöggu til dauða. Fyrst það pappinn og bræðurnir sem ráða henni alveg eins og hún sé hver annar búfénaður sem tilheyri heimilishaldinu og síðan hún seld eða gefin í hjónaband sko og þetta og hún getur sér ekki frjálst höfuðstrokið bara alla sína ævi og tala nú ekki sko veist, ég skal bara játa það að þessi höfuðbúnaður, þú veist hvað sem heitir hijab eða burka eða hvað þetta eða einhverja slæður sem að hylja hár og meira að umræðan þetta alltaf, þú veist, þetta bara menning sem við að bera virðingu fyrir, en þetta er auðvitað ekkert annað en sko af mennskun konunar og að vera að taka frá henni allt persónufrelsi og hugmyndin með þessu að hún eigi sem sagt að hylja til þess að hún sé nú ekki að æsa karlkynnið upp kynferðislega, þú veist, sem svo galið af því að akkur það þá ekki í hina áttina líka, þú veist, akkur kallar þá ekki líka að hylja svo að þeir sé nú ekki að æsa kvenkynið upp, Ég man að ég var á tímabili þá hafði ég ferðast svolítið mikið múslima heimin og þá var ég einmitt svona að hlusta á einhverja háskólamenntaða konur í panelum, múslimskar konur að ræðum að þær vildu þetta sjálfar og þetta veri hluti af virðingu, hluti af ég núna ekki, þú veist, ég er ekki samfærður lengur sko. Nei, þetta konan sem að segist vilja þetta sjálf, hún náttúrulega bara orðin undirgefin hugmyndafræðinni og þorir ekki öðru en að gangi í takt. En hvað þetta? Því núna bara var ég einmitt áður en þú komst, þá var ég eitthvað aðeins að undirbúa mig og svo opna ég Facebook og þá poppar upp einhver frétt á Heimildinni og þá einhver prófessor að ræða sem að hefur eitthvað fordómar gagnvart íslam skoða múslima, talaður hvaðan kemur íslamafóbía og akkur svona mikil íslamafóbía á Íslandi og maður svona skrítið að þetta sé núna í Heimildinni sama fjölmiðli og búin að vera að finna sko feðraveldi í hverju rykkorni sko hvað það, akkur getið ekki séð feðraveldið í alvöru feðraveldinu þú veist mér finnst þetta einhvern veginn þessi liðsskipan svo innilega heimskuleg. Þetta er ótrúlega merkilegt. Ég reyndar ekki búin að lesa nákvæmlega þessa grein en ég veit alveg þú veist, hvaðan þetta kemur og þú veist, þetta er úr hvaða átt og þetta er þessi sko þetta er þessi kapitalíska stefna. Það er bara það er að segja, hefur vestrana samfélag er það versta af öllum. Þeir sem eru vinstra megin í lífinu lifa einhvern veginn eftir því mottói að það sé allt hrikalegt sem að koma frá Vesturlöndum og þá er jafnvel svona feðraveldis kúltúr og alræðiskúltúr í Íslam bara honum fagnað því að hann er með þeim í liði í að gagnrýna hið vestrana þjóðskipulag og það er allt betra heldur en opna frjálsa markashagkerfi sem að hefur komið okkur á stað mestu velsældar og hamingju ríkustu þjóðfélaga í heimi. Þetta er alveg þetta er brjálað, en þetta er makalust pæling. Ég var að taka viðtal við Stefán Einar og mér finnst þetta svona áhugaverð þessi vinkil sko, það var að tala að byggja mosku og bara einhverjum mjög góðum byggingarreiti í miðri Reykjavík og hann segir bara þú veist, hvað haldið að muni vera að predika þannig og hvernig haldið þeir tekið í það ef að við myndum segja, við ætlum að stofna trúfélagina, það hvítir karlar gegn kvenréttindum og við þurfum að fara að fá lóð. Rosalega góða punktur í honum, algjörlega og nákvæmlega, þetta er ekkert ofsögum sagt, hvítir karlar gegn kvenréttindum, það er mjög sambarlegt við því sem er að gerast í þessari menningu, veistu, því að kvenréttindi eru algjörlega ekki bara aukaatriði, heldur þau eru bara non-existent í þessari menningu og sko auðvitað sko ég er ekki að segja að
að megi engin múslimi, ekki, mín hugmynd ekki svo að megi engin múslimi flytjast og setjast að á Íslandi. En mér finnst bara hreinlega að þeir múslimar sem gera það eftir þá að gera það á þeim forsendum og þessu ákveða að þeir eru að flytja í burtu frá þessari menningu og ætli að taka upp nýja siði og nýja menningu. Og það ég veit ekki, var heldur enginn einhvern veginn að fetta fingur út í, ég man alltaf bara eftir honum, hann góði kallinn Tamimi, Já, Amal, ekki Amal. Nei, hvað hét hann eftir? Blessu sem minning hans, að það stóluður mér núna, en það vita örglega flestir sem að horfa á þetta hvernig ég að tala, hann var bara, hann fluttist hingað sko örglega 70 eitthvað eða 1980 eitthvað, Ég veit hvað þú tala og var bara í alls konar viðskiptum, ég man eftir að hann rak Kiss í Kringlunni, og ég fór þangað sem unglingur að kaupa mér þungarokksbóli og Iron Maiden bætur á gallajakka minn og eitthvað svona, og ég reyna að mena hvað hann heitir maður, en allavega mjög viðkannulegu kall og öll hans fjölskylda og svo opnaði hann pítsustað í Garðabæ. Heitir hann Tamimi? Já. Ok, ég reyna að googla þetta. Já, hann og hann alltaf þjóðþekktur, hann lést bara fyrir nokkrum árum og hann bara setti svip sinn á íslenskt samfélag. Salman Tamimi. Salman Tamimi, nákvæmlega, Salman. Blessu sem minning hans. Og hann var í alls konar viðskiptum og bara gerði sig heimkominn í íslensku samfélagi og aðlagaðist og jú, vissulega held ég að hann hefði verið forstöðumaður menningarseturs múslima lengst af og svona, en það svo mikill munur á sko þegar það kemur svona ein og ein fjölskylda, en þegar við eins og sjáum í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Þýskalandi, þegar þetta ekki lengur bara ein og ein fjölskylda, heldur það að flytjast þúsundir eða milljónir, jafnvel, að þá verður bara nýtt samfélag innan samfélagsins sem að heldur bara í heiðri gömlu gildi heimalandsins, skilur, og mér finnst mjög einkennilegt að sjá fréttamyndir, svipmyndir frá Svíþjóð, Noregi og svona það sem eru kannski komið saman á einhverjum hátíðstöðum múslima, eru þúsundir múslima í einhverjum kublum bara út á torgum og þú veist, þetta er Stokkhólmur og þú sér bara haf af fólki sem bara eins og það hefur verið klift út úr einhverju bænastund í Mekka í Sádi-Arabíu og sett inn í miðan Stokkhólm og það bara, þú veist, og maður hugsa bara ok, og þeir eru kannski biðja eða eitthvað sko, allt bara óða fallegt við það, en það er einhvern veginn eitthvað mjög óeðlilegt við þetta, af því að þú veist það er þessi, sko við vorum bara fyrir korteri síðan einhvern veginn, þá var bara Lína Langsokkur og Emil í Kattholti en svo það er þessi spurning sko, þegar þú segir þetta, þá hugsa ég að því maður er alltaf að gera sitt besta til þess að vera gagnrýnin í hugsun og sjá, þú veist, alla svona múksefjun áður en á sér stað, ótta, þú veist, fréttamiðlar aladóldi og ótta og þá er það með þetta. Ég er ennþá svona, þú veist, partur af þessi er í alvörunni bara pælingin að, þú veist, ef að það veri séns að bara rústa vestrænum samfélögum og, þú veist, að því við erum með trúarbröð sem eru allavega hlutaði með allt annað gildakerfi en við. Já. En síðan fer ég að hugsa, ok, en er líka bara, er ég komin í óttan ef ég horfa á einhverja svona myndir og segi bara, þú veist, er ekki líka bara rosa mikið að dóti í Stokkhólmi sem bara eins og það var, skilur, en þannig erum við að sjá einhvern veginn, einhverja ýkta mynd, að því maður er svo meðvitaður mikið mikið búið að vera matamann og ótta í gegnum alls konar fjölmiðla, sko. Vissulega, og ég skal alveg taka það fram að ég til dæmis, ég postaði klippu á Instagramið mitt úr Harmageddon þættinum þar sem ég var að tala hnífstunguna í Úlfarsárdal. Það sem voru augljóslega múslimar og ég hef fengið heimildir fyrir því að þetta séu sýrlendingar sem eru í einhverjum svona íbúðum og vegum Reykjavíkurborgar, þetta er alltaf komið fram í fréttum líka og þarna var hnífstunga og það var skotar á þessum daginn og eitthvað en ég postaði svona klipp þetta og spurði eitthvað á þá leið bara ætluðu ekki að taka neina dýpri umræðu sko hvort að hafa einhverja afleiðingar að flytja hingað í stórum stíl fólk sem hefur allt annað gildismat heldur en við.
Af því að, þú veist, vissulega, þú veist, eru hnífstungur alveg, það kemur alltaf þetta Íslendingar stinga líka og svona, en þú sér samt ekki edrú Íslendinga út á götu í fjölskylduhverfi á hábjartan dag með stóra hnífa á lofti að stinga fólk. Þetta aðalega sko, ef það eitthvað svona uppgjör í undirheimum eða einhverju fíkniefnaneytendur, einhver verulega svona, svona fólk sem komið út á sporinu, en þannig erum við með sko, bara, ég veit ekki alveg hvernig ég á að túlka þetta, en sko, ég teka fram að ég postaði þessu á Instagram og mér var svolítið svona brugðið hversu mikil hörð viðbröð komu. Og maður fann svona, wow, þetta svona, þarna ég að stíga inn á alveg bara, þú veist, það svona þunn lína, hvort ég sé að æsa bara upp einhverja rasista, sko. Já, því bara eins og nú erum við báðir, þú veist, ég óbólusettur og þú sást síðan ljósið í COVID. Sama brjálaðin og trillingurinn og var þar gegn óbólusettum getur auðveldlega, að því bann bara mannlegt eðli, það getur auðveldlega orðið bara bílaðu trillingur gegn múslimum, sérstaklega og innflytjendum almennt, og maður svona pínu, ok, er þetta vóglið búið að yfirkeyra góðmennskunni sína og dygðarskreiningarnar svo rosalega að pendúllin svingast það harkalega í hina áttina að við séum bara að fara að sjá eitthvað svona alvöru útlendingahattur. Og þetta má alls ekki vera á þeim forsendum, sko, umræða þetta eða einhverja stefnumótun eða einhverja ákvarðanir sem eru teknar, með ekki vera á forsendum einhverju svona múgæsingar. Nei, en einmitt eins og þú segir, út af því að það búið að bara stoppa alla umræðum þetta og svo eru bara augljóslega hlutir að gerast sem við hefðum þurft að vera að ræða, að þá bara pottlokið að poppa af sko sjóðandi pottinum og þá það í raun og veru þeir sem að hafa verið að þakka allir þessa umræðu eru þeir sem að valda því að pendullin mun snúast gæti snúast alltaf langt í hérna, því eins og segir, sko ég hugsaði, því ég var á leiðinu upp á Ólafsfell hennan dag og sé allt í hennu bara, þetta eitthvað meira en bara eitthvað pínu, sko, þetta ekki eitthvað gæði hérna í blokkinu sem fikk hjartaáfall, það bara fullt af lögreglubílum og sjúkrabílar og greinilega eitthvað mikið í gangi og svo sé ég einmitt að það verið að bera einhvern veginn inn í bílinn og ég eftir á higgja sé ég að blóðið var bara öðru megin, þá það gæðin sem hefur fengið hnífi í sig og ég man bara, því ég fer svo oft upp á Ólafsfelli, sko, að þá að því ég tel mér nú hafa kynnt mér og maður búin að vinna við að miðla upplýsingum í mjög mörg ár og ég fjallaði mikið undirheimana, það bara svona þegjandi samkomulag, sko, ef þú tekur þá ákvörðun að vera niður í miðbæði mikið helgar eftir miðnætti, þá bara tölfræðin segir, þar vesenið, sko. Þannig að hingað til hefur að vera svolítið þannig á Íslandi, að það bara eftir miðnætt og föstudögum og laugardögum, niður í miðbæ, gæti verið fólk á alls konar efnum og eitthvað slæmt gæti gerst. Síðan eru það undirheimamenn að vesenast eitthvað innbyrðis. En í íbúðakörfi hábjartan góðviðris dag klukkan 3, sko, það bara eitthvað alveg nýtt og tölfræðilega hvað ætli múslimar séu stór hluta í íslensku samfélagi, 1%, 3%. Tölfræðilega þyrftu þá, segjum svo að til þess að það væri jafn algengt, að því þetta alltaf rökræðan, Íslendingar eru nú líka stinga. Til þess að það væri tölfræðilega jafn, þá hefðum við þurft að sjá 10 sinnum íslenskan hnífamann í sambarilegum aðstæðum, en við höfum bara ekki séð það. Hábjartan dag. Þannig að tölfræðilega það bara verða pínu augljóst að ákveðin hópur af ungum karlmönnum úr ákveðnum kúltúr tölfræðilega að valda gigantískt miklu veseni. Fyrir hönd allra hinna innflytjendana held ég að það sé rosalega mikilvægt að segja, við megum ekki setja alla undir sama hatt. Algjörlega. Og það líka, þú getur inn í þessa leigubíla umræði sem hefur augljóslega verið svolítið haldið niðri, fjölmiðlar hafa forðast að ræða þetta. En af því sem vitað að þá eru þetta í miklu meiri hluta múslimar karlmenn sem eru að haga sér með mjög undarlegum hætti, það að segja hefur bæðið að svindla og kunnum í miklum mæli, hlutfallslega bara rosalega mikið að þeir séu að svindla og svo eru líka kynferðisbrot, nauðganir jafnvel í leigubílunum og það hlutfallslega sko langt fram úr þeim atvikum sem að geta skrifast á íslenska leigubílstjóra. Það er eitthvað skrítið. Það eitthvað skrítið og þá það líka þetta, þú veist,
það sem svo út af því að við höfum ekki tekin inn á umræðum. Ég var núna með hann Gert Pálmarsson sem var yfirmaður í lögreglunni í mörg ár og var meðal annars fenginn í það verkefni 2015-16 að vinna með útlendingastofnun. Hann sagði það sem er svo sorglegt í þess, þetta var allt fyrirsjónlegt. Ég með skýrslur sem ég skrifaði 2015-16 þar sem að það var bara svona þróunum búin að vera í Svíþjóð, svona þetta að gerast hjá okkur og við vorum með alla tölfræði á svona mælaborði. Svo var bara ákveðið einhvern veginn henda tölfræðinni. Skilur, sem er svona einhvern veginn tölfræðin gerur okkur kleift að sjá, heyrðu, ok, að því nú er ég nýbúin að vera í Katar sem ég var í nokkra daga hjá Aron Einari og það er einhvern veginn byrju, þetta er líka múslimasamfélag. Hér eru sko 2,5 milljónir innflytjenda, mjög mikið að þeim er bara hvítt fólk og heimamennindir eru í miklu minnuluta, þeir eru múslimar, þetta er bara rosalega friðsælt land og þá er það þessi spurning, hvaða fólk erum að fá hingað? Ef við erum að tala eitthvað fólk sem er búið að vera í einhverjum biluðum stríðsátökum, helt trámað, þá þurfum við að pæli, ef við ætlum að fá þau hingað, þá þurfum við að pæli, getum við þá tekið þannig mótiðum og veitum viðeigandi aðstoð, hvað getum við gert til þess að aðlaga í samfélaginu? Þetta var bara gert einhvern veginn. Já, akkurat, það er ekki bara búið að segja það í mörg ár, þú veist, við höfum vítin til að varast, sjáuði Kaupmannahöfn, Stokkólm eða Oslo eða borgir í Þýskalandi. Þetta er einhvern líka, þú veist, bara augljós tölfræði sem að hægt er að vísi og eins og þú ert að lýsa að lögreglumaðurinn segir frá, bara hafi verið á borðum þeirra en þessu bara hent. Það er sko, eins og þú segir, í Katar sem er mjög efnað samfélag, þar sérðu lítið vesen og það er auðvitað nokkuð ljóst að þeir múslimir sem að hingað eru komnir eru auðvitað svona félagslega kannski svolítið illa settir og fjárhagslega. Þetta er sem sagt einhverjum mæli, flóttafólk eða hælisleitendur og þeir eru ekki með neitt milli handana og þeir fá félagslegar íbúðir frá Reykjavíkurborg eða einhverjum sveitafélögum og eru bara svona skrimta og þetta er auðvitað það er þannig í íslensku samfélagi líka sko, það sem að vandamálinn þrífast, það sem að neyslan er og glæpirnir og svona eru auðvitað í svona lægri settum þrepum þjóðfélagsins og þá er auðvitað bara spurning sko, þegar við erum að taka inn mikið magn af hælisleitendum sem er í þessari stöðu að vera upp á fjárhagsaðstóð komnir eða þurfa á því að halda og svo framvegis þá erum við að búa til rosalega stóran hóp af í þessu þrepi sem að býður upp á vandamál og nema að við eyðum þeimun meira fjármagni í sko að þeir séu bara komið hingað beint á bara himinháar bætur og séu bara í toppmálum og ég efast bara að íslenskt samfélag sko raun og veru bara eins og heimilisbókhaldi mitt er sko það er að þegar að kreppir að sko að þá og það er verið að hringja í mig frá Rauðakrossinum eða einhver svona hjálparstarfi að biðja mig að styrkja og ég segi, bara akkurat núna þá er ég bara að fækka þessum gíróseðlum í heimabankanum mínum því að það er bara svo þröngt á heimilisbókaldinu og það er auðvitað bara þannig með efnahagsreikning ríkisins líka að þegar við erum skuldum 100 milljarða og erum bara að greiða vaxtagreiðslur í himinháum mæli þá getum við ekki verið með sko 30 milljarða á ári í hælisleitenda málaflokkin sko. Það er bara galið og sérstaklega því að hann er að bjóða upp á vandamál sem vinda upp á sig og ég meina þú veist síðan er það þannig til dæmis í öllum skólum í Reykjavík þú getur fundið bekki þar sem eru kannski 14 móðurmál í einni skólastofu þú veist, einum bekk og ég veit, þú veist, bara í skólanum þar sem að mín börn er það tilfellið en það er ráðið ágætlega við það þannig séð, ég er ekki að segja að skólinn sé vandamálum hlaðinn en þú getur rétt ímyndaði samt sko hvað þetta tekur frá bara almennri kennslu og henni er nú mjög ábótavant það er að segja, við sjáum það í öllum þessum PISA-könnunum og allt þetta að börnin okkar, sérstaklega drengirnir er að koma illa út úr skólasetunni og það er kannski ekki skrítið þegar að, þú getur rétt ímyndað það er álægið sem er á allt skólakerfið og kennarana og allt það þegar þú ert með 14 móðurmál í einni og sömu kennslustofunni þetta eru bara svona endalaust mikið af vandamálum sem hljótast að því ætla að vera á endalaust góð með opinn faðminn
og ætla að taka á móti bara öllum þeim sem að þú veist, mér finnst eins og það hljóta að vera þannig að við þurfum bara að setja algjöran stoppara á þetta og bara eins og á árum áður að þá tókum við á móti kvótaflóttamönnum samkvæmt alþjóðlegum samningum og ég man ekki hvað það var, þú veist, eitthvað 50 sem að komu á ári eða eitthvað, þú veist, og þá bara ríkið og félagslega kerfið sko að halda vel utanum þann hóp og reyndi að gera það eins vel og hægt en allt þetta sko eitthvað umfram sem bara sem að flæðir bara inn og bara tjekka sig inn bara inn á skrifstofu útlendingastofnunar og segir það, mér finnst bara mjög einkennilegt og við sjáum þetta náttúrulega í London með kringum okkur sko Danmörk var einhver fréttan daginn að Mette Frederiksen væri núna sko að setja út á mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna að það þyrfti að aðlaga þetta einhvern veginn þannig að þau geti sagt nei við fleirum sko það sé af því að það hlýtur að vera á endanum bara réttur þjóðríkja að haga þessum málum eins og þau ráða við þetta er svo augljóslega að fara úr böndunum á flestum stöðum í Evrópu og lögreglumaðurinn sem var hjá þér sagði að þetta við erum algjörlega búin að missa tökin á þessu ég veit það ekki mér finnst það alveg svona margt sem bendir til þess en þetta er bara svona að maður færir þetta yfir og aftur af því að veist, þetta getur orðið veist, og ég stundum dáist að þér fyrir að nenn að vera í þessu þrassi og þessar umræðu af því ég verið stundum bara að tala þessa hluti og allt þetta dót en þá hugsa maður einmitt bara ef maður er að reyna að ná utanum þetta ef við erum í ef við erum vinir stundum það besta sem ég get gert ef við erum umverulega elskaði að sína þér það sem að vera að kalla tough love skilur maður hugsa svona þú veist, ef við erum í alvöru góðmennsku alvöru góðmennska er ekki alltaf að vera bara meðvirkur segja jávöld, alvöru góðmennska er líka að segja, herðu ef þú ert alveg barn segi bara, ef barnið mitt fær bara alltaf því að ég vil vera góður við það í augnablikinu nei, ef ég er að hugsa, herðu, hvar vil ég að barnið mitt verða 5 ár eða 10 ár þá þarf ég hér að sjá, herðu, ef ég er of góður hér þarf ég bara að vera rosa töff og sama er líka með maka, vinskap annað, að maður sér ekki sín eigin blindu hliðar og þá hugsa maður að þú veist að reka samfélag að þá það hlutverk þeirra sem að stýra samfélaginu og að horfa fram í tíman og sjá eitthvað sem að stefna í óefni og það getur verið vont fyrir mig akkurat núna eitthvað vinsældalega séð út af einhverju umræðu á netinu að taka ákvörðun A en ákvörðun A er samt best fyrir samfélagið þá það bara skylda mín að taka ákvörðun A en ekki ákvörðun B en það getur verið vont fyrir það því að einhverju svona góða fólks menningarpáar einhverjir rithöfundar sem að skrifa pistla í heimildina og eitthvað, þú veist, munum gaggrina þig harlega sko og það verður gert grínaðir í Gísla Marteini. Já, því spurningin með þetta klassíska, eru þau hrædd við kebab og enchiladas, skilur við. En maður svona, þú veist, bara gaur, getur við sest niður og sagt þú veist, þú myndir ekki vilja hafa þennan hnífagæja fyrir utan heimilið þitt sem börnið þín eru. Nei. Ef það fer að vera tölfræðilega augljóst að það er eitthvað sem við verðum að skoða, getum við ekki bara sem menn sest niður og reynd báður að bara komast að því við erum með sameiginlegan grundvöllina sem við viljum lifa í friðsamlegu samfélagi og mann finnst þetta með svona ég veit ekki, þessi umræða verður svo ógeðslega svartkvít sko, og svo spyr maður sig núna, þú veist, hvernig ætlar þú veist, eins og bara hvort sem að það er með Rússland og Úkraínu skilur, mér finnst stundum bara margt sem Trump að segja mjög skynsamt, þegar hann kemur allir núna og segir, Putin bara líka orðin klikkaður, skilur, þetta bara Biden, Putin og Zelenski eru bara allir búin að vera í ruglunni, ég bara pínu sammála, þú veist, og mér finnst allt sem þó þessi margt sem hann segir sem ekki sammála, allt sem hann segir varðandi frið, bara, gæin er fucking spot on, og þá þetta, getur við ekki bara verið sammála það, hvort sem þú veist, þú hatir gæjan, getur ekki sagt bara, þannig er ég sammála. Það er svakalegt hvernig mjög stór hópur fólks hefur einmitt á grundvelli þess bara einhvern veginn að búið að ákveða að það eigi að hata þennan mann, að þá er allt sem að frá honum kemur algjörlega óásættanlegt og gagnrýnt alveg í hengla en eins og með hann er sá stjórnmálamaður á alþjóðasviðinu sem að talar af mestu viti
stríð og frið, sko. Hann á það bara alveg skuldlaust. Já, ef maður raunverulega búin að hlusta það sem þú segja, áhuga öllu öðru. Veist, ef ég væri mjög mikill vinstri sinni og væri svolítið svona sósíalískur, þá myndi ég segja, ég ósammála Trump í því að bara þetta svolítið svona survival of the fittest og allt þetta, en allt sem snýr að friði. Þetta bara búin að vera mesti talsmaður friðar af öllum stóru stjórnar leiðtogum heimsins síðustu 2-3 ár, sko. Og sjáðu líka eitt, að það það sem hefur gengið á í Suður Afríku á undanförnum árum er löngu búið að sko dokumenta á samfélagsmiðlum og einhverjum blaðagreinum og svona, það eru ofsóknir, og það sérstaklega sérilega einn stór stjórnmálaflokkur í Suður Afríku sem gerir út á það hreinlega að það eigi að koma á blóðri ofbeldisbyltingu þar sem að búar, eða það segja hvítir bændur, eru drepnir. Þessi stjórnmálaleiðtogi, mann ekki hvað hann heitir eitthvað, það er mjög öll að fletta þessu upp, hann hefur haldið svona fjöldasamkomur þar sem að hann með íþróttaleikvanga með sko 20.000 manna að kyrja sko drepum hvítamannin, skerum hann á háls og hann er í ræðum og riti sagt að það verði að koma til þess að killing, það bara killing is necessary because no revolution is without killing og bara kill the boer og bara þetta er alveg kristalskýrt og þetta er stjórnmálamaður á þingi á þjóðþingi Suður Afríku. Hann er engin viðurlög hlotið fyrir þessa hatursorðræðu sem er nú alveg á Vesturlöndum svona mjög skýr orðin viðmið sko sérstaklega hvað var það sko hvatningu til ofbeldis. Þegar það er hvatning til ofbeldis eða hvatning til morða, þá eru jafnvel sko hinnir hörðustu free speech absolutistar sammála því að það er of langt gengið og það verður að grípa inn í þar. En þetta hefur viðgengist í Suður Afríku í mörg ár. Það er núna deilt það hvort það sé eitthvað að vera að drepa af hvítum bændum, en það er alveg augljóst að það hefur verið gert. En þá er sagt, það er líka verið að drepa svarta bændur. En þegar þú ert með orðræðu í fjölmiðlum og með stjórnmálamanna sem er með þessum hætti, þá er alltaf mjög auðvelt að tengja beint saman sko dráp á hvítum bændum sem eru núna farnir að vera með svona panic room safe skemslur inn á bílunum sínum þar sem við geta hlaupið inn og læst sig inni sko þegar þeir koma með heiforkana á lofti og ætla að fara að drepa á og það er bara búið að vera þannig að og það er verið að skrifa í lög í Suður Afríku að það megi taka upp eignir af þeim, það megi hirða af þeim sko eignarréttur þeirra er enginn lengur, það megi hirða af þeim bílinn og svo framvegis og það megi jafnvel hirða af þeim bara sko úrið og bara þú veist út á götu sko, bara hvítur bóndi, þetta bara og þetta er það sem að forseti Suður Afríku hefur skrifað upp á sem var í heimsókn hjá Trump daginn og Trump tekur á mótunum og hann segir, heyrðu, við skulum bara horfa á smá dempili og sen við skulum horfa á myndband og hann sýnir þessar ræður frá þessum brjálaða stjórnmálamanni og tekur upp fréttir af morðum og hvítum bændum og svona. Og viðbröðin eru bara það er bara vísir, RÚV skrifa öll þá leið að Trump kom bara með einhverja brjálaðislegar ásakanir sem ekki einn rök að styðjast og boltinn er bara tekinn og það er þessu algjörlega snúið á hvolf að bara Trump sé brjálæðingurinn þó þessi alveg augljóst að það liggur fyrir að það sem er búið að vera í gangi í Suður Afríku er eitthvað sem myndi aldrei vera samþykkt ef þetta er annar kynþáttur sem sæti undir þessu og hann er þar að leiðandi eini vestræni stjórnmálamaðurinn sem hefur ávarpað þetta mál eini bara samt þetta búið að vera í vitund fólks og fólk veit af þessu og búið að vera í mörg ár en einhver þetta að því að þarna er hvíti maðurinn í hlutverki fórnarlambs að þá dettur engum í hug að taka upp þetta mál og ræða það á neinum vettvangi. Þetta er alveg, þetta er stórfurðulegt. Já, þetta er áhugavert, sko, því að nú hefur þú tekið
hugveikandi efni, svolítið eins og ég. Og þar, allavega það sem ég, þegar maður kemst, sko, þegar maður fer í alvöru gott ferðalag, þá fer maður svolítið í þetta bara út úr þessu við og hinnir. Og bara við erum öll eitt og þú ferð inn í kærleikann og allt þetta. Og þess vegna maður svona, þú veist, þegar kemur öllum þessu umræða, þá langar maður svo mikið að við værum bara öll komin á þann stað, bara eitthvað sem heitir killing. Bara að drepa aðra mannesku bara, þú veist, það er 2025 það er bara óhugsandi skilur, en þá er það þetta svo er eitthvað fólk sem virðist bara vera með einhver alltaf aðrar hugmyndir lífið og tilveruna og þá er ég alltaf stattur þar, hvað á ég að vera að setja mikla athygli á þetta þú veist eins og núna, nú erum við að eitthvað samtal og þá, ok, maður er með eitthvað plattform þannig að maður getur að ná til fólks, það er ágætt að vekja fólk til umhugsunar, en síðan kemur þú veist, allt sem þú veitir athygli vex og dafnar, þannig að ég er svo mikið einhvern veginn þar, hvað á maður að pikka fætin, eins og þegar ég er að lappa upp á Úlfarsfellið þennan dag og sé svo þennan mann ég varð reiður, að ég bara shit, þú veist, sorry, þetta er ekki tilviljun að þessi gaur sé múslimi en á sama tíma langar mig bara að elska múslima skilur nokkað bara einhvern veginn þú veist, og maður veit innst inni að fólki sem er mest trámað og er líklega eins og þessi gæi, er fólki sem þarf kannski mest á ást að halda, sko. Þannig að, hvar finnst þér línan liggja? Já, ég, eins og ég segi, ég meina, auðvitað get sagt það sama, veit full vel að það er ekkert samasemmerki á milli þess að vera múslimi og að vera einhver brjálæðingur, sko. Það er bara fullt af múslimum sem ég hef sjálfur kynst í gegnum tíðina sem er bara mjög gott fólk og jafnvel þó að sé þannig að eiginkonan þurfa að vera með slæðu eða hijab á heimilinu og sé ekki með sömu réttindi eitthvað, þá gengur upp það skipulag á heimilinu og hún er að sjá börnin og við veit að þú veist, hörðustu feministar myndi ekki samþykkja að þetta væri í okkar samfélagi en þetta gengur upp með þeim og þannig er einhvers konar svona einhver útgáfa af einhverjum fjölskyldukærleik í gangi og það gengur upp þú veist það er alls ekki hægt að alhæfa einhvern veginn nema þú veist, múslimar bara get ekki verið hér eða eitthvað svona en við verðum að geta tekið þessa umræðu hversu mikið af vandamálum við getum sko talið okkur ætla að leysa fyrir hönd annara það er augljóst að við ráðum ekki við okkar eigin vandamál fyllilega. Það er bara, veist, mér fannst það mitt sko svo hrópandi þegar það var verið að tala 400 manna flóttamannamiðstöð í JL-húsinu. Þetta komið fyrir að því að þessi tala var 400 af því ég hef oft heyrt að heimilislausir í Reykjavík sem eru fíknefna neytendur 99% er það sko fíklar sem eru heimilislausir í Reykjavík og ég hef oft heyrt talað að þetta séð cirka 400 manns sem eru heimilislausir í Reykjavík og svo einhvern veginn það kemur eitthvað svona flóttamannaástand og þá er ekkert mál að slá upp 400 manna flóttamannamiðstöð í JL-húsinu og plús allar hinar flóttamannamiðstöðunar sem eru út allan ból eða félagslegu íbúðunar eða endalaust sko og þannig að mér finnst bara að það áháð því sko hvort það séu múslimar eða ekki að þá þurfum við að taka umræðum sko hvað við getum leyst mörg vandamál á einni Já, að því að maður mitt talandum að maður sé kannski í þetta svona eitthvað við erum öll eitt og eitthvað þú veist, í grunninn er ég dálítið þar að eitthvað draumsýn væri landamæralaus heimur og allt þetta en maður er með skynsemisglerun á sér þá eru þjóðríki ef ég kem inn í eitthvað annar land þá er rosa galin pæling ef það er einhver heimamaður þar sem að foreldrarnir og afinn og amman eru allir búin að borga skatt og búa til að þessi einstaklingur að ég færi fram fyrir hann í röðinni að ég er rétt á einhverju frá ríkinu það er einhvern veginn þú veist, þá maður að segja, jú, ok, við skuldbundum okkur að taka á móti einhverjum mjög takmörkuðum fjölda fólki sem er að koma úr stríðum auðvitað viljum við gera vel við það fólk og allt þetta, en þetta getur búið til svo mikla andúð og búið til alvöru útlendinga andúð þegar að þú ert einmitt, einhverju fjölskyldunni þinni fær ekki þjónustu í honum opinber og svo sýnist þér bara að þetta lítur út en svo bara kemur eitthvað fólk utan úr heimi og fær fullt af hlutum, sko. Já, og ég líka, sko, varandi fjölmenninguna per se, sem að, auðvitað auðgar samfélög að hafa, kebab og ensiladas og meiri bragðefni í þjóðfélaginu. En
En ég samt alveg sammála þeim sem segja sko að fjölmenning á bara að vera fjölþjóðlega, það er að segja að við höfum ólíkar menningar eftir ólíkum heimslutum og að þegar þú komir til Frakklands að þá upplifur franska menningu og þegar þú komir til Spánar þá ertu í spænskri menningu, Ítalíu, Ítalir eru allt öðru sér heldur en Spánverjar og það er alltaf verið þessi núans á milli sem að jafnvel Portugal er allt öðru sem Spánverjar og það er svo auðgandi að rækta hverja þjóðmenningu fyrir sig og alveg eins bara þegar þú heimsækir Íslanda þá er það bara að upplifa íslenska menningu og svo framvegis. Þegar þú kemur til Kína þá upplifur þú kínverska menningu og þegar þú kemur til Miðausturlanda þá upplifur þú þennan heim Íslam sem getur eflaust verið opaslega fallegt svona utanfrá að koma og kíkja aðeins á þó að það sé kannski ekkit æðislegt fyrir konuna inn á hverju heimili en það er önnur saga en mér finnst alveg vert að huga því að sko þessi stefna sem hefur verið rekin á undanförnum áratugum og margir hafa eignað þetta sko Tony Blair og Angela Merkel það var settur rosa slagkraftur í þetta á þeirra vakt að fjölmenning væri eitthvað sem allir grættu á og þetta væri bara plúsar í öllum hornum. Það hefur nú heldur betur sýnt sig að svo er ekki og ég held að þarna hafi bara verið unnin mikill skaði á þessu mér finnst bara að vera mjög falleg hugmynd að hvert þjóðríki fyrir sig hafi sína menningu og það verður aldrei tekið tilbaka fyllilega sko, það er bara þannig að mér finnst þetta eitthvað sko og Já, það er eitthvað sko maður vill ekki fara of djúpt í einhverja samsæriskenningar en það er samt einmitt eitthvað svona maður talar þessi apparönd eins og Evrópusambandið og eitthvað svona skilur þetta er næstum því sko sumt af því sem Axel Pétur vinur okkar hefur verið að segja bara næstum því að raungerast þess að þetta er orðið eitthvað svona búrókrasíu fasismi sem einhvern veginn það sem er verið að svolítið að steypa öllum í sama mót og það er verið að búa til eitthvað svona þræla stjætt og svo er bara eitthvað 1% sem að ræður yfir þrælunum og eitthvað svona one world government rugl eitthvað skilur bara, ég vil ekki þú veist að því, ég man einmitt þarna í háskólanum þegar Baldur Þórhallsson var að kenna mér einmitt stjórnmálafræði og maður var að læra Evrópusambandið og maður skoðaði söguna og bara friðar bandalega eftir seinni heimsstyrjöld, ég var rosa hrifinn af þessu og bara, en núna er þetta grínist bara eitthvað búrókrasíu bara rugl sama hér sem í mínum huga gengur bara fyrst og fremst út á einmitt eitthvað bara stjórna fólki sko. Ég var mikill Evrópusinni og það er að segja hlindur aðild Íslands að Evrópusambandinu á árum áður og þegar við vorum í þeim leiðangri árunum 2009 til 2013 þá var ég mestmegnis vinnur með allan tíman bara mjög hlindur því og það er nú ekki lengra síðan en það er einhvern veginn, manni finnst sérstaklega síðan þá, bara kannski síðan 2013-14 og þá hafi þetta farið allt á verstaveg og það er þetta stór partur af því eru þessi opnu landamæri í raun og veru þessum að Angela Merkel opnaði algjörlega faðminn og gerði sko, við vorum að taka á móti 1 milljón flóttamönnum á ári sko, Þýskaland og sama er på teinundum fór algjörlega allt úr böndunum í Svíþjóð sem að ætlaði að vera góðasta land í heimi þessum maður segir og þetta eru þessi stefna Evrópusambandsins hefur sko gert mig algjörlega fráhuga þessu batteri meðal annars sko, svo eru náttúrulega alls konar málfrelsis skerðingar auðvitað COVID faraldurs afgreiðslan algjörlega hryllileg og þessi miðstýrða alræði stjórn í raun og veru sem að þaðan kemur, ég er alveg óbóðslega og fyrir utan stjórn peningamála líka sem hefur bara misheppnast herfilega og þá finnst mér bara eins og við eigum bara ekkert þangað að sækja lengur og í raun og veru myndi ég helst vilja sjá þetta allt leyst upp sko og það er bara aftur hvert þjóðríki fyrir sig það er svo gott að geta skipt skoðun eins og þú talaði held að það hefur verið síðastur ást hjá mig með trúleysið þitt sko.
og ég bara áskil mér þann rétt að ég get verið búin að skipta skoðun eftir 3 ár aftur og funnist Evrópusambandið æðislegt. En akkurat núna, ef ég ætti að velja á milli hvort að Ísland yrði fylki í Bandaríkjunum eða hluta Evrópusambandinu, ég myndi freka að velja Bandaríkjunum. 100% sammála. Ég alveg 100% sammála. Því mér finnst eitthvað skemmtilegt að gerast þar, sko. Já, það alltaf núna alveg. Það alltaf mesta vók viðspyrnan og sem að sko eiginlega svona, þetta hálf draumi líkast að sjá þetta stórveldi. Ég hefði fyrir nokkrum ára síðan þá heldur ég hvarfla að mér að svona ríkisstjórn stórveldis eins og Bandaríkjanna myndi taka svona einarða afstöðu og stefnu gegn þessari vókveiru. Það bara, mér hef aldrei getað dreymt það og að sjá þetta gerast og sjá þetta raungerast, það eins og sé, þetta draumi líkast og maður stundum bara hræddur að vakna upp og upplifa að þetta hafi bara allt verið eitt fallegu draumur en þetta auðvitað sko ótrúlega áhugavert að sjá hversu djúpt þetta mun ná, sko, hvort þetta sé bara af því að sumir myndu kannski færa rök fyrir því að þetta bara eitt brjálaður appelsínugulur maður sem að hafa sér svona og svo þegar að kemur nýr forseti aftur að þá bara förum við aftur í vókvírusinn, sko. En hversu en maður veit samt að almenningur alveg með þessu, sko. Almenningur bara að fá nóg. Elítan hefur samt alltaf haft tökin, sko. Það eru háskólaprófessornir sem eru núna að kveina í Bandaríkjunum. Það elítan og þeir sem að hafa sett línuna og þú veist, maður veit ekki, sko, þó almenningur sé algjörlega ósammála því, þú veist, þá hafa þeir alltaf einhvern veginn náð að tryggja að þeirra lína hefur orðið ofan á og maður skítrættur að eftir kjörtímabil Trumps þá vonar maður alltaf bara að J.D. Vance taki við, sko, hann verið næstu forseti en það hættulegt af því að vókvírusinn, heila vírusinn, hann auðvitað, sko, að einhverju leyti kominn til að vera. Við mun aldrei losna alveg við hann aftur. Ég nefnilega ég held að verið í febrúar eða svona mars þegar að tolladótið allt byrjaði hjá Trump. Ég var búin að vera bara, ég bara bjartsýnn á þetta og það eitthvað mjög gott að gerast í Bandaríkjunum. Svo byrjar þetta tolladæmast. Þá var ég svona, ég veit ekki alveg með þetta. Þá aftur, þá var ég bara svona, ég áskil mér alveg rétt til þess að segja núna, er hann bara í ruglinu. En svo maður að sjá núna, þetta virðist allt vera bara pókerspil, það bara, ég veit að ég er í sterkri samningsstöðu, þannig að ég bara kem fram með mjög, sko, svona frundalegum hætti, seti mjög afdráttarlausa afarkosti, að því ég veit að þú munt koma skríðandinn bakdyrnar, og þá getum við samið, og þá er ég búin að sýna þér trompin mín, sko. Þannig að þannig sýnir, sko, endanum þá þú veist, þetta einhvern veginn, þú veist, það einhvern veginn, já, bara 50% tollar og þetta, en spurningin alltaf fyrir þá sem eru trilltastir gegn Trump. Hvað af þessu raungerist síðan? Hver enda niðurstaðan? Og oft á tíðum bara enda niðurstaðan þegar hann á í hlut oft bara frekar góð. Já, einmitt. Þó að aðferðin til að fá niðurstaðuna eitthvað sem á yfirborðinu mjög frundaleg. Frundaleg fyrstu, já. En sko, og sjáðu líka, þetta ekkit eðlilega mikið vandamál, útlendingamálin í Bandaríkjunum þangað til að Trump tók við núna síðast. Það að segja, tugir milljóna ólöglegra innflytjenda sem að flæddu yfir landamærin frá Mexíkó á hverjum degi, einhvern veginn eins og það væri bara eitthvað lögmál sem var ekki hægt að stoppa. Þetta sko trektist sérstaklega upp í tíð Bidens og og af þessu voru sko þetta bara hafgrútur vandamála í bandarískum samfélögum, sérstaklega í þessum fylkjum neðst við landamærin, glæpagengi frá öllum mögulegum ríkjum Suður-Ameríku voru búin að hreiðra sig og flæðið bara virtist óstöðandi. Donald Trump, hann stoppaði þetta bara eiginlega á 6 dögum, sko. Og hann hefur tekist að trekja þetta niður í næstum því bara 0% sem að flæðir yfir landamærin. Og þetta alveg ótrúlega mikið og gott verk sem að hann vinnur hérna. Já, því þá kemur líka aftur þetta með
þú veist, að maður fer upp í 30.000 fetin og tekur tilfinningarnar út úr þessu. Já. Manna þegar Elon Musk var spurður þegar hann var í dóðstæminu og hann var sagt, fólk að tala þetta sé attack on democracy. Já. Ef fólk myndi segja it's attack on bureaucracy, Já. þá hefur rétt fyrir þér. Já. Og það sem er eins og bara, mann þegar Davíð Oddsson var forsætisráðherra í Íslandi. Já. Ég hitt hann einu og þá segir hann, já, þú veist, það er örugglega hægt að segja mig alveg ég sé frekur kall, en kerfið líður mér. Já. Ef það á eitthvað að gerast, þegar þú ert að eiga við svona kerfi, Já. þá þarf það að vera fucking frekur. Já. Þess að síðan að Trump tók við, það er mikið að gerast. Já, algjörlega. Það er bara verið að vaða í hlutinu. Sko. Já, og svo er hann að, ég reyna að vera að ráðast að rót vandans sem að er háskólasamfélagið. Það sem að, allar þessar brjálæðislegu, öfga góðmennsku stefnur, eða woke stefnur koma þaðan, sko. Það er að segja, þetta stríð gegn hinnum vestræna heimi, hugmyndafræðilegt stríð gegn hinnum vestræna heimi, á rætur sína að rekja til félagsvísindadeilda og reyndar allra mögulega deilda í háskólum Bandaríkjanna og það er þessi DEI stefna sem að er rosa, þetta er diversity, equity, inclusion, fjölbreytileiki, jöfnuður, inngilding. Ofsalega falleg orð, ein og sér. En hafa þessar stefnur, þær hafa snúist í algjöra andhverfu sína. Þær hafa trekt upp meiri rasisma, kynnt undir ójöfnuð og meira óréttlæti, með því að við erum aftur farin að greina manneskjur eftir í hvaða húðlit þau tilheyra eða hvaða þjóðfélagshópa, hvaða kyni og svo framvegis. Algjört rugl þegar þú ætlar að fara að tala um eitthvað jafnrétti eða jöfnuð. Þetta kemur því ekkert við, þetta er akkurat öfugt. Og hefur bara skaðað þetta verðleika samfélag sem að vel heppnuð vestræn lýðræðisríki hafa byggt á, það er þú fær tækifæri til þess að vera duglegur og þú getur skara fram úr að þú ert ekstra duglegur og þú ert metin af verðleikum sem einstaklingur, ekki úr hvaða þjóðfélagshóp þú kemur eða húðlit og svo framvegis. Þetta er algjörlega búið að grafa undan því og Donald Trump er að ráðast gegn þessu. Hann vill stoppa þessa vitleysu og fara aftur í veruleika samfélagið. Og Baldur Þórhallsson, minn ágætti kennari, svo kendi þér líka hann kendi mér mikið í háskólanum og mér þykir mjög vænt hann og svona, en hann kom eitt í viðtal á Bylgjunni um daginn og var að tala um að þeir ættu núna að grípa gæsina meðan hún gefst og taka á móti flóttaprófessorum frá Bandaríkjunum sem að telja á sér brotið þegar þeir fá ekki að halda upp í þessu DEI inngildingarrugli sko og þessum áróðri í raun og veru gegn vestrænu samfélagi, þú veist við höfum að opna faðminn og bara gera Ísland af hverju miðstöð woke prófessora frá Bandaríkjunum. Ég segi bara, nei takk Baldur, það er bara þessir prófessor geta verið einhverstaðar allt annar staðar heldur en hér, því við þurfum ekki á þessum halda og hann er búin að skrúa fyrir rosalegt óhóflegt fjárflæði frá bandarískum skattgreiðendum inn í þessa Ivy League háskóla, Harvard og Columbia og Princeton og hvað er heita. Þetta eru háskólar sem eru með dýrustu skólagjöld í heimi og eru reknir á ofboðslega dýru námslánakerfi og þeir sitja á milljarðasjóðum. Þeir eru með öruggara viðskiptamódel heldur en NFL-deildin í Bandaríkjunum. Þeir eru bara, og þeir eru samt líka að fá digra sjóði frá skattgreiðendum fyrir að reka einhverja svona DEI ruglstefnur sem að hefa ekkert annað gert heldur en að grafa undan verðleika samfélaginu í Bandaríkjunum og það er svo óbóðslega mikilsvert og mikils virði að fjárframlög frá bandarískum skattgreiðendum séu stöðuð til þessara stofnana. Þegar þeir eru bara þeir eru púkin orðin alveg spikfeitur á fjósbitanum af þessu og ég sé ekkert nema jákvætt við þetta. Það hefur verið að setja stólum fyrir dyrnar,
núna þurfum við að hætta, sko, og við skulum ekki gleyma því, það er verið að tala að bandarísku háskólanir séu núna að sæta ritskoðun og hefur verið að hefta tjáningafrelsi og svo framvegis. Það er bara verið að rétta jafna stöðuna, sko, því að tjáningafrelsi bandarísku akademikarana hingað til hefur, sko, snúist það að geta þagga niður í, til dæmis, íhaldsröddum. Þú veist, þetta, hvort sem það er Jordan Peterson eða Gad Saad eða einhver svona Jonathan Haidt eða einhverju svona prófessorar á íhaldshliðinni sem að ætla kannski að halda tölu í einhverjum háskólakampus stöðu karla í samfélaginu eða hvað, að þá er það, sko, nánast undantekningarlaust hefur það bara verið, slíkum viðburðum hefur verið cancelað með ofstæki, ofbeldi og svona yfirgangi stúdenta náttúrulega og prófessoruna sem að taka undir, sko. Þannig að það hefur verið rosalega skakt gefið í málfrelsi og tjáningafrelsi innan þessara stofnana og það hefur bara ein lína verið samþykkt og þetta er bara búið að vera verulegt vandamál sem að ég tel að þetta sé eitt af því jákvæða sem að Donald Trump og hans ríkisstjórn er að taka á, sko. Ég er alveg sammála því og þá langaði mig það svona sígur sennilegðan hjá okkur, svona í lokin. Við erum rétt að byrja. Við erum ekki búin að klukta með það. Já, ok. Það er búin að líða mjög hratt. Það líður rétt. Sko, ég er að fara í Primal í hátæðinu, sko. Ekki það, við eigum alveg smá tíma eftir. Þetta með, nú erum við náttúrulega svolítið með hausinn í raskatunum sjálfum okkur út af því sem gerðist hjá okkur. Mér langaði að taka smá recap á, sko, þetta kanseleringadæmi. Af því við erum hjólaðinga, þá alltaf, ég hlakka til að spyrja hjá Sölva, hvernig líður þér með þetta allt saman? Já, af því það er svo gott, sko, með að setja puttan upp í loft, sko, og vitna í samtölin sem við áttum kannski fyrir ári eða 2 árum. Að þú veist, ertu ekki hægt og rólega bara komin á þann stað að þetta er bara Guðs blessun að það hafi gerst? Jú, sko, hvernig á ég að lýsa þeim? Þetta er þetta eins og einn góður maður sagði við mig bara þegar þetta var að gerast. Þá sagði hann við mig, Frosti, nú skalt þú vera þakklátur fyrir þann mikla skóla sem að þú ert að fá að gangi í gegnum. Því að það eru mjög fáir sem að fá þessa lífsreynslu og þú munt búa að henni alla ævi og það var, ég heyrði þessu orð á þessum tíma og þetta hjálpaði mér alveg að stilla mig í ákveðin fókus á meðan að stormurum var sem hæstur en ég gerði mér samt ekki alveg grein fyrir hversu ótrúlega satt þetta er. Þetta er alltaf alveg þetta er svakaleg lífsreynsla og það er lífsreynsla sem að fáir búa að þó að það sé nú samt reyndar miklu fleiri heldur en ég gerði mér grein fyrir af því að við erum búin að vera að stunda þessar slaufanir, sko, í gegnum tíðina alltaf reglulega í öðrum málum og ég kannski bara tók ekki eftir því, það er til dæmis þessum bankarhundsmálin, en að lenda í svona óbúslegur hólskeplu og standa hana af sér og geta haldið áfram það örugglega býr náttúrulega til enn meiri seglu. Það sögðu nú margir við mig, sko, að fyrirfram eða þú veist, eða einhver gæti farið í gegnum svona, þá væri það þú veist, og allt í góð með það þegar ég hef alltaf verið svona, þú veist, með vindin í fangið svolítið en þetta hefur gert úr manni, já, maður er alveg ótvírætt, sko, þú veist, ég finn alveg finni mitt, sko, hvað ég er rosalega þú veist, maður er alltaf eitthvað upptekinn á áliti annara, annað væri bara lygi, sko, en ég er samt svo óbóðslega lítið upptekinn á áliti annara miða við, þú veist, það sem eðlilegt er og og ég hef mitt, sko, ég finna, sko, það eru auðvitað alltaf einhver komment og svona á samfélagsmiðlum og eitthvað sérstaklega því að ég er alltaf einhvern veginn að óta mér, þú veist, það er partur af starfinu, að maður er alltaf einhvern veginn inn í einhverjum umræðum og svona, og þá eru alltaf einhver svona skítakomment og drölla og svona, og það er alveg, bara snertir mig ekki neitt, ég er alveg ofbóðslega ónæmur fyrir þessu.
Fattaði mig Við erum svo drullu saman, sko. Þegar hún spjalla fyrir viðtalið og hún skoði þessar klippu síðast þegar ég kom til þín. Ég var að tala um harkalegum rúf. Þá fattaði ég mitt, ok, fyrsta lagi bara þegar ég var í þættinu hjá þér, þá er ég ekkert að pæli, þú veist, er hérna eitthvað sem ég má ekki segja. Svo gerir þú klipp úr þessu og svo er klippan búin að fá 2000 af einhverjum vjúum og ég fattaði eiginlega bara þegar þú ert að ég hef ekki einu sinni hugsað shit, var ég að segja of mikið rúf shit, hvað ætli þeim finnist mig núna maður bara alveg laus við það alveg laus við það, því bara einhvern veginn þetta hefur skert mann hægt og rólega í að vera bara einhvern veginn þú veist, þú tala bara sannleikan núna, skilur, þess vegna eins og með þetta muslimadót og eitthvað svona, það er komin einhver aðeins stærri tilgangur sem er bara ok, þú veist ég skal vera fyrstur að það verður til alvöru útlendinga andúð hérna til þess að byrja að tala gegn því og til þess að fara á þann vagn bara í farabróti. Og maður þarf alveg að vera, maður þarf að passa sko alveg, þetta er alveg, það er alveg satt að hérna, maður má ekki vera að hella olíu á einhverja elda og svona og hérna, ég tek það alveg til mín. En af því þá er ég eins að þetta sem ég er að spyrja það núna með kanselleringuna, þetta með hérna, þetta var svona einhvern veginn áhugavert moment á Íslandi þegar að Sólveig Anna og Hallgrímur rættum vókið og dagana eftir er einhvern veginn umræðan öllum skilgreiningu á hugtækinu. Hvað er þetta? Og þá einmitt var svo áhugavert að þú veist af hverju var sko þetta hugtæk vók að því það varð bara og nú er ég að tala út frá mér og þér við skiljum að það er bara hópur sem er að beita harkalegu ofbeldi en hann er búin að koma því þannig fyrir að ofbeldið er undir hatti einhvers rosa góðs málstaðar þannig að þú mátt beita ofbeldinu og enginn má gaggrina það því þá er hann að ráðast á málstaðin og það er bara hægt að kalla hann vonda mannesku. Þannig að maður er bara svona, heyrðu, þú veist, ok, eru þið í alvörun að reyna að halda þið fram að þið skiljið ekki hvað þetta er og eru þið í alvörun að reyna að segja að þetta er réttindabarátta svartra í bandir bara gefið mér breyk, ég meina, og þá er ég að segja, við erum náttúrulega dálítið djúpt inn í raskatinu okkar út af því sem við fórum í gegnum, að fullt af fólki sem er ekkert að pæli einhverju polariseringu eða vókið að bara gera aðra hlut á daginn, en mér fannst svo skrítið bara eftir öll þessi ár, af öll þessi dóti, erum við enn að láta eins og við skiljum ekki hvað þetta er. Einmitt, hérna, og það er nákvæmlega það sem það er, vókið er sko réttlæting á ofbeldi með því að klæða það í búning einhvers aktivisma. Já, og skýla sér alltaf undan því að óna bara, skilur, þú veist, það sem getur sagt eins og Donald Trump, hann er mjög triggerandi, en þú veist nákvæmlega hvað þú hefur hann. En svo ertu með einhvern sem er að, þú veist, ég get bara verið með múgnum, bara ég að ráðast á einn einstakling með harkalegu ofbeldið og ég veit ekkert af hverju ég er að því, en málstæður eins og góður, svo þegar að ríki fer að setjast og fólk fer að sjá, heyrðu, þetta var bara rosa ofbeldi. Nei, þetta er sko bara réttindabarátta svartra, sko, 1915. Hvað er það að tala um? Og þetta sést einmitt rosa vel í svona, það eru ennþá náttúrulega hópar á Facebook eins og það er eitt sem heitir baráttuhópur gegn ofbeldismenningu, sem er einhver ógeðslegasta ormagrefja persónunýðs og ofbeldis sem þú finnur í íslensku netsamfélagi. Þetta eiginlega heita baráttuhópur fyrir ofbeldismenningu. Já, baráttuhópur með ofbeldismenningu. Og það er sko allt réttlætt sko, og það má enginn stíga þar inn í og kommenta eitthvað svona eins og ég sá að það var með Gylfa Sigurðsson með einhverja knattspyrnu akademíu eða eitthvað. Og það er bara þessi viðbjóður hérna og eitthvað og það er einhver eitt sem að reyndi eitthvað að herðu, hann var nú ekki ákærður fyrir neitt, hvað þá dæmdur og við vitum ekkert hvað, hann er búin að vera að gangi í gegnum og þá er þetta er vettvangur fyrir þolendur og dröllaðir út og þá er þetta í skjóli þess sko, þetta er verið safe space fyrir einhverja þolendur, það eru 20.000 manns sem eru að níða mannorð og menn og málefni niður sko í skjóli þess að þetta sé einhvers konar vettvangur þolenda. Þetta er svona holdgerfingur þessara vókhugmyndafræði að þú megir sko beita ofbeldi af því að þú ert búin að klæða þetta þessum búningi einhver aðgerða sinna og það er þetta er lífseikt greinilega og þú veist, ég veit að þessi 20.000 mann sem er þessar grúpur langflestir eru bara til þess að fylgjast með og taka ekki þátt, en það er alltaf einhverju hundruðir sem að læka svona viðbjóð og við skulum ekki vera komin lengra einhvern veginn í átt okkur á hvað þetta er búið að vera óbóðslega skaðlegt og mikill viðbjóður hvernig þessu
hvernig þessu fólki hefur sko orðið ágengt í því að taka úr sambandi reglur réttaríkisins og hvernig öll sanngjörn málsmeðferð er bara út gluggann þegar að sakaður maður á í hlut. En erum við ekki á leiðinni hægt og rólega í þá átt að einstaklingur sem að er alltaf að tala illum aðra og alltaf einhvern veginn í einhverju svona göfgaður réttlæti. Hægt og rólega nógu mikið að fólki búið að vera í nógu mikill í sjálfsvinnu til þess að þið langar bara ekki að vera innan svona einstakling, það er bara mígreni sko. Þú sér alveg þetta inn í þessum hóp sko, þeir sem hafa sig mest í frammi þar að það er bara hrópar á mann sko, óunnin sjálfsvinna þessum einstaklingum og þetta er svona segull á narsissisma. Þeir sem að eru sko, það hlutfall narsissista í þjóðfélaginu, þeir sko sogast inn í svona grúpur og taka þar mikið pláss í kommentum og svona gera sig gildandi af því að það er allt öðrum að kenna og það er svo auðvelt að finna djöflana í öllum öðrum en það er aldrei neitt í mér. Ég er alveg hreinn bara nýpressaður og hvítfegin af Guði en djöflarnir í þér og þér og þér og þér og þetta eru svona helstu einkenni svona psykopatískra narsissista sem að eru í nánast hverju einasta kommenti þarna inn á þessum baráttuhóp gegn ofbeldismenningu. Kemur til mig núna sko ég að bók sem heitir The Road Less Traveled sem skrifað á bandarískum geðlækni og fyrsta setningin, hann er búin að vinna sem geðlæknir í 30 ára, bara það eru til 2 tegundir af fólki, það er fólk sem tekur of mikla ábyrgð og fólk sem tekur of litla ábyrgð. Já. Það er frábært að vinna með fyrri hópnum, seinni hópurinn er mjög erfið. Já, ég veit. Og það er maður fólk sem allavega, ég vil trúa að tilhneigingi mín er miklu meira ráðast á sjálf á mig. Eitthvað sjálfsniðurif og ég er ekki nógu góður og lalala og það er það sem ég þurft að vinna í. En svo mikið af fólki að núti sem er bara, að garga á börnin sín og bara beita aðra ofbeldi en lítur aldrei inn á við. Akkurat. Mér finnst þetta svo merkileg heimsmynd, sko. Já, það er við værum rosalega mikið meira betur sett ef að það verður allir meðvitaðir mikilvægi þess að líta inn á við og þú veist, Guð minn góður, sko, þú veist, ef ég væri ekki stöðugt að vinna í mínum brestum, hvar ég væri þá, ég býð ekki í að sko, hugsa út í það, því að lífið er bara stöðugt, sko, fyrir mig, það er bara að vinna í mínum brestum og ég held að hljóta að vera langflestum væri það hollt að gera það líka. Algjörlega. Hvað bara svona í blálókin einmitt með þetta sem gerst í Bandaríkjunum og hvernig við erum alltaf einhverjum árum á eftir og svona áhugavert einmitt að því ég held að við tveir höfum kannski verið svona fyrstir, þú veist, þú fórst miklu harkalegar heldur en ég í bara ráðast gegn þessu vóki og eitthvað svona að við tala um fjölmiðla, sko, að pendúllin þú veist, nú allt í hennu komið, þú veist, það spursmál, það orðin vinsæl hlaðvörp sem eru svolítið svona ekki vók megin við línuna. Fjölmiðlalandslagið að breytast. Heldur að það muni koma móment þar sem annarkvort verði bara hægt að setja fjárframlög til RÚV eða allavega það verði minnka mjög mikið eða að RÚV pendúllin sé að snúast það mikið að hægt og rólega mun allt í hennu RÚV byrja að færast úr vókinu og reyna einhvern veginn svona hægt og rólega að bara tala ekkert það að þau hafi verið þar. Alveg eins og í COVID, skilur við, það er svona mörg mál sem eru þannig að þú varst alveg fremstur í flokki í trillingnum, en svo þegar að rykið sest og það kemur í ljós og varst eiginlega bara í ruglunu, þá bara, sleppum við bara að tala um þetta, en ég er búin að færa mig hinum með vílínu. Ég held að sagan einmitt sé að sýna okkur það, að það sé nú oftar þannig að það er þeir sem að ganga svona hart fram í einhverju svona rugli að þeir eru ekki látið sæta ábyrgð eða stofnuninn eða hvað það heitir lagt niður, heldur allt í einu bara einn daginn, þá eru þau hægt á þessari línu og kannast ekkert við að hafa verið nokkuð tíma þar og það er nú svona líklegt og það eru þetta ákveðin svona góð fréttamanna taug í fréttastofu Ríkisútvarpsins sem að byggir á bara svona hlutlægni og hlutleysi og þeir eiga alveg sko spretti þess að þeir eru bara, og ég les fréttir og RÚV og bara, byrju RÚV að skrifa þetta, bara svona bara rosalega góð, hlutlaus frétt skrifaða hlutlægni sem að auðvitað eru fréttamenn á RÚV sem eru og það eru margir þessir andlitslausu fréttamenn sem ekki einhvern veginn í sófanum hjá Gísla Marteini eða í öllum spurningaþáttunum eða eitthvað sem eru bara mjög heilbrigðir fréttamenn, ég hef alveg tekið eftir því
Það góðu punktur, ég man alltaf þegar, sorry ég grípa fram með fyrir þér, þegar ég hringi alltaf leið fyrir maður að segja þetta núna, eftir að mitt búið að vera í gangi og RÚV hafði skrifað bara einhverja ruglfréttir mig, að þá var varafréttastjórinn Broddi Broddason. Ég átti engar samtal við hann sem sagði, ég get alveg sagt þessu, ég búin að vera fremstur í flokki að tala gegn þessari helvítið þvælu sem í gangi hérna. Það alveg mjög heilbrigð taug þarna einhvers staðar á bakvið. Og ég ætla að vona að þeir einhvern veginn náið að stíga meira inn í hana og gera meira af því að það væri nú opáslega vel til fundið ef að þessi ríkisfréttastofa væri bara, færi eftir því hlutverki sínu að vera alveg sérstaklega hlutlaus. Þetta var svo fyndið moment með Sólveigun að því allt í henni þetta vinstri sinnuð kona sem að rauna rosa harkalega yfir þetta allt. Þá fannst mér dagan á eftir allt í henni byrja fólk að hlaupast undan merkjum. Já, einmitt. Það var svona, við þurfum nú að fara að taka umræðuna, það alveg rétt, allt í henni og ekki lengur að ritskoða. Þetta var algjör guðskjöf að hún Sólveig Anna skildi hafa stíð inn í þetta og það auðvitað svona, það það sem að þarf inn í þetta samtali bara svona hugrakt fólk. Það sem að hún, ég fattaði það en ég búin að taka á viðtaliðana, það sem að hún hefur, hún ekkert inn í fórnarlambavæðingunni. Nei. Það fattaði ég að þú veist, þar ef ég væri hardcore vinstrimaður, þá bara berjast fyrir fátæka, berjast fyrir bættum kjörum, en við erum ekki aumingjar. Já, algjörlega. Og þar nær hún mér, og það það sem búið svo mikið vandamál í þessu elítu vók ruglöllu. Þetta bara fórnarlamba rugl. Og þeir, mega prísið sér sæla, láglauna verkamennirnir sem að eru með hana sem foringja, af því að hún svo óbóðslega hugrökk og bara svona hrein og bein og með fókusin á réttu stað, þannig að þetta pínu eins og forsetadóttin í Bandaríkjunum. Ef ég væri vinstra megin við línuna, þá hefði sagt Bernie Sanders, hann allt öðruvísi en hinir í demókrataflokknum. Þú veist, ég kannski ósamálunum, hann búin að segja sömu hlutin í 30 ár. Það bara fría menntun, frítt heilbrigðiskerfi, ég get verið ósamálunum, en ég segi, ok, þú konsistent, þú ert ekki úlfur í sauðagæri, og það eins með Sólveigunni. Hún bara, þú veist, hún búin að segja sömu hlutin í rosalega langa tíma, og það eitthvað heilt í þessu hjá. Hún bara á sinni línu, hún ekki tækifæri sinni eða sem að hoppar á einhverja vagna og það mikilsvert að hafa svoleiðis fólk í svona fórustu í einhverjum svona embættum í þjóðfélaginu. Það er hægri mennirnir Frost og Sölvi farnir að dásama Sólveigunni. Já, hún stórkostleg. Hún algjörlega frábær. Klár og no nonsense, common sense manneskja. Það verður að hrósa fólki fyrir það sem vel gert og hún og það líka svo verðmætt þetta hugrekki sem ég segi að þora að fara gegn vinsælustu skoðuninni. Af því að við höfum nú séð það ítrekkað einhvern veginn að þó að meiri hluti almennings sé á einhverju skoðun þá þarf hún alls ekki að vera rétt. Því að það jú þannig að meiri hluti almennings tekur skoðanir sínar svo til svona bara óblandað beint af kúnni frá stærstu fréttamiðlunum og stærstu fréttamiðlarnir eru að því virðist vera náttúrulega undir áhrifum frá stærstu fréttamiðlunum í hennum stóra vestrana heimi og það hefur sannast að þeir eru bara í beinu samstarfi og á fjárframlögum frá ríkisvöldum í Bandaríkjunum, þú veist, og bara, þú veist, það er alltaf leið, það getur verið samsæðiskenningar í CIA og bara, þú veist, og bara, MK Ultra heilaþvottur sem bara, er bara mataður í gegnum stóru fjölmiðlana, mass media propaganda. Ég meina, þú það verður ekki nema bara fyrir það að, ef að fólk er mjög, mjög mikið á móti Donald Trump, að leyfa sér, ef þeir eru mjög mikið á mótunum, leyfið ykkur allavega að hugsa þá hugsun. Er þetta fyrsti forsetinn í síðan bara John F. Kennedy sem að tala gegn military industrial complex og sem bara svona pínu áttið ykkur á því hvað það stórt, þú veist, þetta bara heilt hagkerfi sem gengur út á stríð og það að valdamesti maður í heimi sé að tala gegn stríðum. Ef það er einhver sem vill drepa hann, þá er hættan þarna. Algjörlega. Þetta djúbríki allt saman. Það bara, þannig að nú erum við nú orðnir of miklu samsæðis. Nú komum við álhattana allavega. Álhattana, djúbríkið. Já, það er margt í þessu.
bara góðir. Já, ekki bara. Eins og Stefán Einar sagði, þegar ég sagði, erum við ekki bara orðnir flottir? Já, við höfum alltaf verið það. Já, það ekkert vantað upp á það. Æðislegt að fá þeim svo. Já, takk fyrir að bjóða mér.